Alright, í þessu vídeo ætla ég dýpra í hvernig þú verður token launcher. Næstu 3 vídeo verður meira en svona masterclass á specific topics til að fyrir gegnum aðalega 3 topics. 1 verður token launching, 1 verður salesperson og 1 verður AI partnering. Alright, token launcher. Hvernig virkar það? Token launcher að þú ert manneskja, þetta aðalega token launcher slash crypto. Þú ert í crypto. Ég svo það út, crypto. Hafa það í huga. Token launcher í crypto. Alright, gerum svona glag. Svo þú token launcher í crypto, hvað það gera þá? Þú ert að launcha meme coins. Það sem þú gera, þú launcha meme coins. Hvernig virkar það? Að launcha meme coins frekar einfalt. Samt, það eru nokkuð hlutir sem þú verður að hafa í huga. Þú verður að hafa fólk sem kaupir sér inn. Kaupir sér inn í meme-coinni, þannig að kaupir tokens. Þú verður að hafa fólk, líka mjög mikilvægt, þegar kemur að meme-coins, ég ætla að fara í gegnum þetta áður en ég held það fram. Þegar kemur að meme-coins, í 2025, 2025, 2024, 2023, 2022, þú kannst bara aðalega gert pening með meme coins við því að rug pull. Fyrir þið sem veit ekki hvað rug pull það kemur meme coin, sem að ég sé að launcha meme coin, þá þarf ég að setja liquidity pool. Svo ég þarf að setja liquidity pool, sem að ég setja $100,000 í liquidity pool, 100k dollara í liquidity pool. Síðan síðan 1 million volume í coininu mínu. Volume. Það 1 million dollara volume af fólk sem búin að kaupa inn í coininu mitt og 100k í liquidity pool. Það bara hægt að taka út úr þessu coini 100k af þessu 1 million. Þannig ef ég eigandinn af coininu, ég get tekið allt liquidity poolið út bara. Ég tek það út glag og þá 0, þótt að sé 1 million volume, þetta worth $0. Þetta rug pull. Þetta hvernig fólk skama fólk í krypto. En þetta var vandamál sem var alltaf þegar komin í krypto að vera token launcher og þess vegna fannst mér það ekki gott opportunity að vera token launcher þangað til nýlega. Nýlega eins og ég veit, ég varð einum af eigendum af X-Trends. Margir ykkar hafið séð það á Instagram hjá mér og bara YouTube eða hvert sem ég hafið séð það. Þannig að xtrends.fun heitir þetta. xtrends.fun, ég skal sína ykkur exampluna, ég fer inn á Safari, done, xtrends. xtrends.fun. Hérna getur við séð xtrends.fun, hvernig virkar þetta? Þú getur launcha tokens, þannig að þú getur launch tokens, vantarlega ég ekki múin að connecta wallet minn þannig að þú getur ekki séð það. En hérna eru hashtag og þú getur launchað. Síðan hérna eins og þú getur séð, það fólk að launcha tokens, það fólk að launcha Fafa, BTC, Nano Music. Og ef við tjekkum á til dæmis, tjekkum á Nano Music til dæmis til að gefa example. Og við tjekkum á chartið til að sína okkur example. Nano Music byrjaði á $4. Þú veist ég sjá hvort ég næja sína ykkur exactly. Alltaf að byrja á $4 bara svo ég veit. Og núna það komið upp í $1,044 eða $43, $42. Hvað þýðir það? Ef við förum hérna back to the whiteboard, ef þú tekur eitthvað frá $4 í $1,000, það hvað? Ég held að sé yfir 220x sem hún gerðir. 220x. Ég ekki 100% viss að það sé einmitt númeri en yfir 220x sem hún gerðir á peningin sem þetta byrjaði á. Þannig að þú, þegar þú ert token launcher á X-Trends, þú verður að hafa í huga aðalhluturinn við X-Trends, við tókum rug pulls í burtu, þannig að það ekki hægt að rug pulla, þannig að það ekki neinn scam sem þetta þannig. Og líka það ekki hægt að replika, hvað þýðir replika? Þú getur ekki gert 2 coins með sömu nafni.
Þannig að þú getur ekki gert 2 coins með sömu nafni, þannig hvað þýðir þetta? Núna tökum við skamum út úr krypto, þannig að núna getum við actually notið krypto til að gera okkur peninga og alvöru peninga. Segjum til dæmis það úr token launcherinn, hvernig virkar þetta? Það eru 1000 tokens á Exchange. 1000 tokens í einhverjum meme-coini, þannig að ef við ferum hérna tilbaka í Exchange, á Nano Music, það eru 1000 tokens, bara 1000 coins sem fólk getur kaupt. Væntanlega það að fólk kaupir fyrir coins, þá fyrir præsið upp, þannig að coinin byrja alltaf að vera dýrari og dýrari. Því minni coins eru eftir, því meira kostar coinið, of course. En manneskjan sem actually launchar tokenið, þú veist, eins og ég sagði, token launcher, eins og ég sagði hann í byrjun, token launcher, manneskjan sem launchar tokenið, hún fær automatically án við því að borga fyrir neitt 50 tokens þegar tokenið er launchað. Hann er til dæmis núna manneskjan sem á Nano Music, sem er Nano-gæinn, þetta er DJ, hann er með $50,000 bara út af þessu tokeni. $50,000 úr tokenum sem hann er með, 50k. Þannig að, $50k. On top of that, fær hann fees. Það kemur af enna Exchange, það eru fees í fyrstu 3 mínútum. Fyrstu 3 mínútum eru swap fees, það kemur að það voru að kaupa coini, þá þarf það að borga fyrir fees fyrir að vera early. Anywhere between 99% til 1%, eða til 2%. To be exact. Og sen eftir 3 mínútur er alltaf að borga 1%. Basically, þú getur hugsa þetta sem skattur. Þú getur að borga 1% skattur, þannig að ef þú ert að kaupa $1,000 af einhverju coini, þá ert að borga þá ert að fá $999 staðan fyrir $1,000. Borga 1%. Þannig að það er hvernig við vorum að pæla í þessu. Og hvað þýðir það? Þannig að segjum að í fyrstu 3 mínútum fá þær average 30% af öllu og það er $100k af manneskjum sem kaupa í fyrstu 3 mínútum, þá ert þú að fá $30,000 bara á 3 mínútum. Og long term, segjum að þú fær 10 miljón volume á hverju ári, 1% af 10 miljón, hvað er það mikið? Ef við gerum því með, það er, ég veit ekki, það er anywhere between 10 í 100, held ég. Ég er ekki 100% viss, en eitthvað þannig. Þannig að þú ert að meika líka þennan penning úr fees bara á ári, úr einu token, og þú getur launchað mörg tokens og þú vilt. Þú getur launchað tokens daglega, 10 tokens daglega, eins mörg og þú vilt. Þannig hafa það í huga og þetta er að vera token launcher. Þannig að þú græðir pening bæði úr, þú átt 50 tokens, eins og ég sagði hérna, líka úr swapping fees, eins og ég sagði hérna, og síðan líka úr swapping fees eftir 30 mínúta sem er 1%, þannig að þú fær 90% af þessum 1% og Exchange fær 10%. Þannig að þetta er hvernig þú græðir pening sem token launcher. Það kemur að token launcher, það sem þú eru að hafa í huga samt, er að þú þarft, fyrir marga eitthvað, þú þurfa að hafa community af fólk sem vil kaupa. Það er sem bara community, af fólk sem vil kaupa. Og marga eitthvað eru ekki með community, þannig að það sem ég geti gert, þið finnið frækt fólk, þannig influencers, og þið sendi á þið DM, bara á Instagram eða e-mail eða hvað sem þið viljið gera. Bara, hey brother, I saw your account, so you have a very strong community, and I have an opportunity for you to make a quick 100k in 10 minutes. Eða það getur sagt 50k in 3 minutes. Blah, blah, blah. Let me not explain more. Bara eitthvað svona. Og þá ertu að gera þetta, þá ertu að launcha coinin eins og það kemur að Nano Music til að gefa okkur example. Nano Music, þetta er DJ, skæði með næstu 400k followers á Instagram. Haldið alveg að hann sé að launcha coininu? Nei, einum af félögunum mínum sendi á hann og hann þekkti hann og sagði við hann, launchum coini, boom. Þeir launchuðu coini og félagið minn sem var ekki með community, hann fær 50% af öllu og síðan fær Nano Music 50% af öllu fyrir að vera nafnið. Easy. Þannig að þá ertu að fá og getur fengið sem að þetta er, eins og við vorum að tala um þessi
þessi 50 coins og allt þannig, þá staðan fyrir 50k, og það ekki community þitt, þá fyrir 25k. Done. Svona getur þú verið með community án við því að vera með actual community. Þú fer til fólk sem með community, gefa þeim the opportunity actually gera token, og þau kunna vantilega gera, þetta hluti sem næstu enginn í heiminum kann að gera right now, og þú tekur bara 50% af það sem þú græðir þeim. Done. Svona gerur þú token launching. Og hluturinn þú veist, fyrir löngu síðan það kom að krypto og allt þetta fræga fólk, þau vildi ekki gera neitt svona token launching og það var alltaf rugpúlað, það var einu leiðin til að gera enn pening og það síðan communityð þeirra kallaði og skema og hvað þannig og þau vildi það ekki. Þannig núna með X-Trends getið þið sýnt að það ekki hægt að rugpúla. Þú veist, hvaða meme-coin getur þið séð sem gerir þetta? Sem fer frá niðri og það fer upp non-stop. Þú veist, vandalega fer það niður stundum hérna smá, niður hérna smá, en það fer alltaf upp, continuously fara upp. Þetta ekki eðlilegt í meme-coins, núna vandalega ekki hægt að rugpúla, þannig að það allt öðruvísi. Þannig with that being said, þetta því masterclass of vera token launcher og ég sé ykkur í næsta vídeo.